Komið þið sæl. Ég vil byrja á því að þakka Geðhjálp fyrir að bjóða mér að halda erindi á þessari ráðstefnu og vona að það sem ég hef hér fram að færa geti komið aðstandendum einhverju gagni. Rannsóknin sem ég byggi erindið á var meistaraverkefni mitt í föllunarfræði frá Háskóla Íslands árið 2012, þar sem leiðbeinandi minn var Hanna Björg Sigurjónsdóttir. Hér að ræða eiginlega rannsókn, þar sem gagna var aflað með viðtölum og voru þátttakendur alls 11. Þeir sem gáfu sig fram til þátttöku eða samþykktu að veita mér innsýn í reynslu sína voru nær eingöngu foreldrar drengja sem flestir höfðu veikst af geðklofasjúkdómi. Mæður voru þar í miklu meirihluta. Ég mun byrja á því að fjalla þann hluta rannsóknarinnar sem að snýra læknismeðferðinni og aðkomu foreldrana í að leita aðstoðar. Þá mun ég segja frá þeim áhrifum sem veikindin höfðu á fjölskyldulíf. Að lokum mun ég svona lauslega skoða niðurstöðurnar í kenningalegu samhengi. Í fyrsta lagi hvernig aðstandendur þurfa stöðugt að meta ábyrgð sína og skyldur. Í öðru lagi hvernig tilfinningaleg úrvinnsla fer fram. Í frásögnum foreldrana kom fram að fátt hefði verið í fari drengjana sem gat gefið til kynna að þeir myndu síðar veikjast af alvarlegum geðsjúkdómi. Þeir voru heilbrigð börn og æska þeirra var í engu frábrugðin æsku annarra barna. Hjá öllum var fyrstu einkenna vart á unglingsárum eða í upphafi fullorðinsára. Einbeitingarskortur, eirðarleysi, kvíði og breytt hegðun voru sameiginleg einkenni. Daglegt líf fór úr skorðum og allir mistu tök á námi eða starfi. Hjá tæplega helmingi drengjana varð áfengis- og vímuefnaneysla þó nokkuð vandamál. Í fyrstu töldu foreldrarnir að tímabundið ástand væri að ræða, en eftir því sem einkennin ágerðust var ráðaleysi þeirra meira og að samaskapi minnkaði skilningu þeirra á því sem var að gerast. Lífið einkenndist æ meira af kvíða, óvissu og ringulreið. Eftirfarandi frásögn móður og syni hennar að mörgu leyti lýsandi. Einu sinni rústaði hann eiginlega öll í stofunni í æðiskasti og málaði svona mynd, bara beint á vegginn. Mjög flotta, bara 4 metrar eitthvað. Ég skildi ekkert í þessu, ég þekkti ekkert í geðsjúkdóma og ég vissi ekkert hvað var að gerast. Kannski hefur það líka verið afneitun. Þegar kom að því að leita aðstoðar var einungis eitt tilfelli þar sem ekki reyndist þörf á sjálfræðissviptingu. Eins og nærri má geta tók það mjög á foreldrana að horfa upp á valdbeitinguna og þá niðurlægingu sem sviptingunni fylgdi. Þetta sagði ein móðurinn orðrétt. Á spítalanum þurfti að hringja neyðarbjöllinni og kalla til fólk á öðrum deildum til að halda honum niðri. Það fór alveg ógeðslega illa í mig að horfa upp á það og ég alveg hágrenjaði þarna. Það var tvisvar sem ég þurfti að gera þetta og hann var sprautaður niður. Gagnrýni foreldrana á læknismeðferðina stóð nokkurn veginn í réttu hlutfalli við árangur hennar. Flestir töldu að læknarnir treystu of á lyfjameðferð á kostnað annarra meðferðarúrræða. Að meiri áherslu mætti leggja á samtalsmeðferð og fjölskyldufundi í kjölfar lyfjameðferðar. Þeim þótti hlutverk læknisins vera of bundið því að hafa umsjón með lyfjagjöf og að afskipti hans af sjúklingum væru lítil þess utan. Það var einnig gagnrýnt að lyfjameðferðin skapaði önnur og ekki síður alvarleg vandamál. Þetta sagði ein móðurinn. Það var drepið í honum eins og sígarettustubbi og hann var kýldur niður fyrir það mark sem hann hafði einhverja sjálfsvirðingu. Að það skyldi vera sett í hann öll þessi lyf að hann skyldi þyngjast svona rosalega. Hann fór úr 70 kílóum í 105 kíló og misti við það allt sjálfstraust og á tímabili gat hann ekki gengið. Hann misti allan karakter, hann misti öll sín einkenni algjörlega.
Nokkuð bara á því í samskiptum og samvinnu foreldra við lækna og annað fagfólk að ólík afstaða gæti leitt til samskiptaörðugleika. Þetta mætti orða þannig að tilfinningaleg afstaða foreldrana hafi stundum verið í andstöðu við faglega og ofta tíðum kerfislæga afstöðu starfsfólks. Samskiptaörðugleikarnir birtust í fyrsta lagi sem ágreiningur réttmæti starfsreglna, í öðru lagi sem tregða hjá læknum til að eiga samvinnu við foreldra meðferð og í þriðja lagi var kvartað undan viðhorfi starfsfólks til aðstandenda og hryssingslegra framkomu. Samkvæmt lögum og siðareglum lækna skýrt kveðið á rétt sjúklings sem orðin lögráða að farið sé með upplýsingar hann sem trúnaðarmál og jafnframt ber lækni að upplýsa sjúkling ástand, meðferð og horfur. Sumum fannst að lögin og reglurnar væru stundum túlkaðar aðstandendum í óhag og með því væri litið fram hjá þörfum og hagsmunum foreldra og aðstandenda. Einnig fannst þeim einstaka læknir sína skeytingaleysi þegar þeir tilkynntu sonum þeirra án vitundar eða samráðs við foreldra að þeir væru með geðklofasjúkdóm. Það var misjafnt hve mikinn sálrænan stuðning geðsvið Landspítalans var tilbúið að veita þegar áfalli reið yfir. Aðstandendur sem ekki fengu sálræna aðhlynningu gagnrýndu mjög þá afstöðu geðsvið Landspítalans að líta á geðsjúkdóma eingöngu sem einstaklingsbundið fyrirbæri. Þeir töldu að sálrænn stuðningur við fjölskyldu sé ekki eingöngu nauðsynlegur hennar vegna, heldur einnig fyrir sjúklinginn sjálfan. Þrátt fyrir þessa gagnrýni voru einnig dæmi mjög mikinn og góðan sálrænan stuðning. Fræðsla sem aðstandendum var boðið upp á var að sumra mati of læknisfræðileg og tillitslaus. Ein mæðranna hafði þetta að segja. Læknirinn sem stjórnaði námskeiðinu sem ég fór á byrjar á að segja: geðklofi ólæknanlegur og ég með orðrétt í hausnum á mér hluti sem hann sagði. Þetta Alzheimer unga fólksins og hann lagði mikið upp úr því að lýsa hvernig heilinn breyttist, hvernig hann rýrnaði og hvernig heila hólin sem eru utan hvelin stækka. Svo þýðir ekkert að segja þeim brandara, því þau geti ekki hugsað abstrakt. Á mati móðurinnar einkenndist þessi fræðsla af mikilli ófagmennsku, skorti á kærleika og kunnáttu í hvernig koma á fram við fólk í sárum. Í viðtölunum kom almennt fram skýr vilja aðstandenda til að eiga í persónulegum samskiptum við læknin og vera virkir þáttakendur í meðferð sjúkdómsins. Á þann hátt töldu þeir að læknirinn gæti veitt þeim viðeigandi fræðslu og stuðning. Áhrifin sem veikindin höfðu á fjölskyldulíf voru mikil og margvísleg. Svo nærri má geta. Sjúkdómsgreiningar voru yfirleitt frekar óljósar í upphafi veikinda sem kallaði á mismunandi viðbrögð innan fjölskyldunar og ólíkrar afstöðu. Mæðurnar voru yfirleitt fyrir til en feðurnir að viðurkenna að hér var á ferðinni geðsjúkdómur. Sú tilhneiging var áberandi hjá feðrunum að hafna því að alvarleg geðræn veikindi væri að ræða og sú skoðun var lífseig meðal þeirra að ástandið mætti rekja til of mikillar áfengis og eða vímuefnaneyslu. Sjúkdómseinkennin myndu sjálfkrafa ganga tilbaka ef neyslu væri hætt. Svo vitna sé í orð móður: pabbi hans hefur einhvern veginn vegna þess að hann óvirkur alki, að þá finnst honum að sonur okkar eigi bara að geta hætt að reykja þetta gras og hefur aldrei keypt það að það væri neitt geðrænt á honum. Þeirri skoðun var einnig fleygt að leti og ómennsku var að kenna, þrátt fyrir að greiningum geðklofasjúkdóm hafi legið fyrir í meir en áratug. Að sögn móður lætur eiginmaður hennar oft og iðulega það álit sitt í ljós að sonurinn geti með drift og röggsemi staðið upp úr veikindum sínum
og hafið eðlilegt líf. Algengt viðkvæði hans hættu bara þessu helvítis kjaftaði, það ekkert að þér. Af þessum sökum þurfti móðurinn á tímabili að grípa til örþrifa ráða og flytja ásamt syninum í annað húsnæði. Systkini fóru heldur ekki varhluta af ástandinu sem hafði talsverð áhrif á líðan þeirra og aðstæður. Mæður sögðu frá því að þeirra ástandi var sem alvarlegast hefðu öll orka þeirra og athygli beinst af veikindunum sem var til þess að yngri börn þeirra urðu afskipt og fengu ekki þá athygli sem þeim var nauðsynleg. Hjá systkinum sem voru á líkum aldri og bróðurinn sem veiktist voru tilfinningatengsl oft náin sem gat leitt til mikillar vanlíðan. Tilfinningar brutust fram í reiði, kvíða og áhyggjum og stundum voru það bældar með þögn og afskiptaleysi. Fullorðin systkini sem flutt voru að heiman þegar veikindin hófust virtust ekki verða fyrir eins miklu tilfinningalegu áfalli og þau yngri. Atvinna, nám og nýjar skyldur gerðu tilkall til þeirra og þess vegna þurftu þau að taka afstöðu til þess að hve miklu leyti þau voru tilbúin til að taka þátt í erfiðleikum foreldra sinna og styðja veik systkini. Í flestum tilvikum stóð vilji þeirra til þess, en samt var misjafnt eftir aðstæðum hvers og eins hvernig svo aðstoð var veitt. Við þessar aðstæður getur myndast togstreita innan fjölskyldunar. Systir sem ég ræddi við sagði þetta. Sko, ég sagði við mömmu að það sem ég að gera að halda mínu lífi einhvern veginn á floti og það verður engin bættari með því að við verðum öll veik, missum öll vitið. Orðin að gefa greina til kynna að á þessum tímapunkti hefur hún þurft að draga mörkin milli sín og sinna þarfa og þess að aðstoða móður sína. Samskipti við fólk með geðklofasjúkdóm eða geðhvarfasýki geta tekið á. Eðli sjúkdómanna og skortur og sjúkdómsinnsæi má segja að sé ein læknisfræðilega skýring þessara örðuleika. En í huga sjúklingsins þá oft sjálfræðissviptingin sem gerir það að verkum að hann getur aldrei treyst foreldrum sínum aftur né fyrirgefið þeim. Ég hef verið alltaf því sakamaður í augum sonar míns því hann vill meina að við höfum stuðlað að því að hann var dæmdur geðveikur, sagði faðir spennuþrungin samskipti sín við son. Nokkuð var að veikindin hefði áhrif á félagstengsl innan fjölskyldunar. Til dæmis sögðu hjón að þegar sonur þeirra var sem veikastur hefðu fjölskyldur þeirra beggja dregið sig í hlé og hætt að eiga við þau samskipti. Við vorum orðin óþægilegi vinir og óþægileg fjölskylda. Og móðurinn sagði, fólk á erfitt með að koma hingað og spyrja, hvernig hafið þið það? Því ég gæti sagt, ég ferlega þreytt. Því strákurinn minn búinn að reyna að drepa sig alla helgina. Fólk bara getur ekki og það alveg hægt að skilja það. Ótalin öll svo aðstoð sem foreldrarnir veittu sonum sínum. Í upphafi veikinda var algengast að þeir þyrftu að hafa eftirlit og umsjón með lyfjatöku og taka ábyrgð á eftirfylgd læknismeðferðar. Einnig að veita aðstoð við daglega þarfir, svo sem matseld, hreinlæti og þrif, og að lokum var ýmiss konar fjárhags- og fjármála aðstoð mikilvæg. Það gat numið milljónum sem foreldrar þurfti að leggja til. Helst var að ræða aðstoð við kaup á bílum og kaup eða leigu á húsnæði eða yfirtöku fjárhagsskuldbindinga. Ég notaði rannsókn bandaríska félagsfræðingsins David Karp sem hann birti í bókinu The Burden of Sympathy, How Families Cope with Mental Illness frá árinu 2001 sem kenningalegan grunn fyrir mína rannsókn. Í bókinu setur Karp fram kenningu hvernig hið dæmigerða ferli sem aðstandendur ganga í gegnum. Hann fjallar einnig fjölskylduna, hlutverk hvers og eins
og hvernig allir túlka reynsluna á sinn hátt. Það er yfirleitt konan í fjölskyldunni sem tekur að sér leiðandi hlutverki umönnun. Karp segir að þessi félagslega hlutverkaskipan kynjana sé arfur þróunar sem hófst á tímum iðnbyltingarinnar. Í minni rannsókn voru það mæður sem í langflestum tilvikum tóku að sér leiðandi hlutverki umönnun. Þegar veikindin voru sem alvarlegust, má segja að öll tilvera þeirra hafi verið undirlögð. Aðstandendur þurfa frá upphafi að meta skyldur sínar á ábyrgð. Matið er háð stöðugu endurmati og fylgir ákveðinu þróun sem í stórum dráttum er fyrirsjáanleg. Karp greinir þessa þróun í nokkur tímaskeið. Það fyrsta er von og lærdómur, þá endurmat væntinga, síðan ábyrgðarmat og að lokum sjálfsvarðveisla. Á upphafskeiðinu, sem hann nefnir von og lærdómur, eru aðstandendur tilbúnir að leggja nánast allt að mörkum. Þeir binda mikla vonir við að takast með að finna lækningu fljótt og vel við sjúkdómi sem hljóti að vera meðhöndlanlegur og hægt að stemma stigu við. Það er óhætt að fullyrða að allir mínir þáttakendur brugðust við á þann hátt sem kenningin segir fyrir Þeir lita á það sem skilyrðislausa skyldu sína að standa með og hjálpa á allan þann hátt sem þeir mögulega gátu. Ein móðurinn sagði, ég myndi fara á nöglunum upp hamarinn ef til þess þyrfti. Endurmat væntinga er skeið sem hefst þegar aðstandendur standa lokum frammi fyrir þeirri staðreynd að geðsjúkdómurinn er komin til að vera. Á þessum tímamótum hafa þeir átt að segja á því að það er hvorki þeirra valdi að lækna sjúkdóminn né að hafa stjórn á sjúkdómseinkennum. Sú viðurkenning kallar á endurmat væntinga sem bæði lúta að breyttum möguleikum fjölskyldunar og framtíð sjúklingsins. Mér eru minnist að orð móður sem hafði gert sér mikla vonir að sonur hennar öðlaðist fram á listasviðinu, enda mjög hæfileikaríkur. Eitt sinn var hún í heimsókn hjá vinkonu sinni sem sýndi henni umsóknir og ferilskrá sem dóttir hennar hafði sendt vítt og breitt heiminn til að sækja eingöngu í listaháskóla. Það þyrmdi við móðurina þegar hún sá þetta og orðrétt sagði hún. Ég sat og horfði á þetta og fletti þessu og það var svo mikil sorg í mínu hjarta. Lamandi sorg sem var ekki bara í hjartanu, hún var í öllum skroknum og ég hugsaði með mér, svona mun strákurinn minn aldrei upplifa. Hann nær þessu aldrei en hefur allt til þess að bera. Ábyrgðarmat felur í sig að aðstandendur meta að hve miklu leyti sjúklingurinn getur sjálfur tekið ábyrgð á eigin lífi. Hjá foreldrunum í rannsókninni hófst þetta ferli strax eftir fyrstu innlögn og tók mið af árangri meðferðar og væntingunum þeirra hverju sinni. Hjá sumum má segja að matið hafi endurspeglast í þeirri þjónustu þörf sem talið var nauðsynleg í kjölfar læknismeðferðarinnar og þeim búsetu úrræðum sem þeim var veitt. Dagleg umönnun sem annars hefði verið á hendi aðstandenda var með þessu móti falin þjónustu veitanda. Í tilvikum þar sem sjúkdómseinkenni virtust ekki verið eins alvarleg eða viðvarandi, gat það reynst erfitt og flókið fyrir foreldra að taka skýra og afdráttarlausa afstöðu til þess hvað væri þeirra ábyrgð og hvað væri það ekki. Til dæmis voru ófyrirséðar fjárskuldbindingar sem foreldrar þurftu að taka á sig til að bjarga málum, dæmi þetta. Fjórða og síðasta skeiðið er sjálfsvarðveisla. Þar sem aðstandendur þurfa að taka afstöðu til þess hvort umönnunarhlutverkið ógni lífsgæðum þeirra, vellíðan og heilsu. Andlegt álag og mikil vinna er einkennandi fyrir tilveru aðstandenda fyrstu árin og kannski áratugi. En það kemur að því fyrr eða síðar að fólk verður að beina athyglinni að sér og setja sig í fyrsta sæti. Í rannsókninni komu fram fjölmörg dæmi hvernig foreldrarnir byggðu líf sitt upp að nýju.
Með auknum þroska og skilningi tókst þeim með tímanum að endurheimta eigin lífshamingju þrátt fyrir undangengin áföll, erfiðleika og vonbrigði. Ég tel að það sem helst hafi skort hjá allt og mörgum þessara fjölskyldna hafi verið samheldni. Samheldni og meiri samvinna hefði gert líf mæðranna mun bærilegra. Það var of mikið sundurþykkju og afskiptaleysi innan fjölskyldnanna. Samhliða því að meta ábyrgð og skyldur og draga mörkin þurfa aðstandendur að takast á við tilfinningalega úrvinnslu. Ég mun ekki rekja nákvæmlega þetta ferli hjá þáttakendunum í minni rannsókn, en get þó staðhæft að þau gengu öll í gegnum úrvinnslu sem í meginatriðum eins og kenning Karps segir fyrir Hann segir að þegar alvarlega geðsjúkdóma bera garði í fyrsta skipti, þá séu aðstandendur þvingaðir inn í heim aðstæðina sem þeir upplifi í byrjun sem fjarstæðukenndan og óskiljanlegan. Í fyrstu viti þeir ekki hvað skuli taka til bragðs, hverjum skuli treysta og hvað framtíðin beri í skauti sér. Hann líkir ástandinu við tilfinningalegt siðrof, þar sem öll norm daglegs lífs í uppnámi eða horfin og lífið einkennist af kvíða, óvissu og ringulreið. Sjúkdómsgreiningin aðstandendur vissulega mikið áfall, en hún felur líka í sér ákveðin létti. Aðstandendur fá nú loksins tækifæri til að setja aðstæður sínar í skiljanlegt samhengi og hjá þeim öllum vakna vonir að eitthvað sé hægt að gera. Á þessu stigi einkennast tilfinningar þeirra af mikilli ást, samúð, hluttekningu og von. Það verður hins vegar tilfinningalegt bakslag þegar aðstandendum verður ljóst að sjúkdómurinn varanlegur. Sorg og reiði eru tilfinningar sem þá verða meira ríkjandi. Vonbrigði foreldra eru til dæmis mikil þegar auðsýnt að vonir þeirra og væntingar glæsta og hamingjuríka framtíð barna þeirra munu ekki rætast. Viðurkenningin eða sátt loka tímabil tilfinningalegrar úrvinnslu. Svo mikla sálakvöl og það tilfinningarót sem aðstandendur hafa fram til þessa gengið í gegnum minnkar verulega þegar þeir öðlast þann skilning að það hvorki í þeirra valdi að lækna sjúkdóminn né að hafa stjórn á þeim aðstæðum sem hann skapar. Karp setur fram 4 kennisetningar eða vörður í þessu sambandi sem hann segir að séu grundvöllur þeirra tilfinningalegu úrvinnslu sem hver og einn aðstandendi byggir líf sitt á. Sjúkdómurinn ekki mér að kenna. Ég get ekki stjórnað honum. Ég get ekki læknað hann. Það eina sem ég get gert að takast á við hann. Takk fyrir.